Verktakar og slökkviliðsmenn hafa unnið sleitulaust síðasta sólarhringinn við að varna því að hraun renni inn fyrir varnargarða við Svartsengi. Staðan var afar tvísýn í gærkvöldi en útlitið bjartara í dag. Þetta eru algjörar hetjur, segir hraunkælingarstjórinn slökkviliðsmennina sem dældu vatni á logandi hraunið við afar krefjandi aðstæður í nótt. Þeir eru þó hvergi nærri hættir. Formaður Læknafélags Íslands vonar að hægt verði að ganga frá kjarasamningum í kvöld áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Fátækari ríki heims og lönd sem eru viðkvæm fyrir áhrifum loftslagsbreytinga eru mjög óánægð með niðurstöðu COP29 sem lauk í nótt. 300 milljarðar dollara sem samþykkt var að greiða þeim árlega þykir allt of lág upphæð. Tugir fylgdarlausra drengja og flótta hafa komið til barnaverndar Suðurnesja á árinu. Margir vilja eignast íslenska fósturfjölskyldu en fyrst og fremst hvílir á þeim sú ábyrgð að sameina fjölskylduna í heimalandinu hér á Íslandi. Gott kvöld. Fjöldi verktaka og slökkviliðsmenn hafa unnið linnulaust að því síðasta sólarhringinn að varna því að hraun komist inn fyrir varnargarðana við Svartsengi. Alma Ómarsdóttir fréttamaður og Viðar Hákon Sörusson myndatökumaður hafa fylgst með starfinu frá því snemma í morgun. Alma, þetta var afar tvísýnt í gær. Hver er staðan núna? Mér skilst að hún sé töluvert skárri núna heldur en hún var allavega hérna í nótt. En eftir því sem að leið á daginn í gær að þá varð viðbragðsaðilum ljóst að staðan væri tvísýn hvað varðaði þessa varnargarða hérna, að hraunið það bunkaðist upp hérna norðanmegin við varnargarðana og ógnaði ekki bara mikilvægum innviðum í Svartsengi, orkuverinu þar og Bláa lóninu, heldur einnig henni mikilvægu Njarðvíkuræð sem sér Suðurnesjum fyrir heitu vatni. Og síðdegis í gær að þá biðluðu veitufyrirtækin til fólks að búa sig undir það að það gæti orðið heitavatnslaust, spara vatnið og hita húsin. Þannig að fólk var beðið að búa sig undir það versta og hér var unnið fram á nótt við að kæla hraunið. Ég ræddi við Helga Hjörleifsson, hraunkælingarstjóra almannavarna, núna rétt fyrir fréttir, og hann segir að aðstæður í nótt hafi verið gríðarlega krefjandi. Brunnavarnir Suðurnesja hófu síðdegis í gær að undirbúa hraunkælingu. Það var ekki lítið verk og til þess þurfti mikinn tækjabúnað. 12 stórum vatnsbyssum var komið fyrir uppi á varnargörðunum með 30 metra millibili. Alls yfir 360 metra langan kafla. Stærðarinnar slöngur eru tengdar við byssurnar en vatnið var sótt í sjálfa virkjunina og affallið af Bláa lóninu. Dælurnar skiluðu 26.000 lítrum á sekundu yfir glóandi hraunið. Þær eru þungar og tala nú ekki þegar komið smá vatn í þær að þá er þetta nýþungt og vera að burðast með þetta og höndum allt saman er bara ótrúlega krefjandi og erfitt. Þannig að þetta drenar mannskapinn fljótt af orku en eins og ég segi þá er mannskapurinn sem er búin að vera hérna algjörar hetjur að standa í þessu. Hraunkælingin hefur staðið yfir linnulaust síðasta sólarhringinn í afar krefjandi aðstæðum. Það hefur verið hvasst á gosstöðunum og ískalt í ofanálag. Mikil gufa stígur upp af hrauninu og norðaustanáttin gerði það verkum að gufan fauk beint yfir vinnusvæðið og takmarkaði skyggni slökkviliðsmanna allverulega. Aðstæðurnar eru vissulega, þær eru hættulegar og við erum að príla upp og niður þessa varnargarða með slöngur og annað, þannig að þetta er ekkert kjöraðstæður, en svona er þetta bara stundum. Þannig að þið eru hvergi nærri hættir? Við erum ekki hættir, nei. Við erum að plana núna, í framhaldi núna, þá erum við að setja upp 8 tíma vaktakerfi hjá okkur, þannig að nú munum við kæla næstu sólarhringa og óákveðin tíma. Alma, þótt mesta hættan sé yfirstaðin í bili að minnstakosti, þá er ljóst að það er ekkert að fara að hægjast í Svartsengi. Nei, það er nokkuð ljóst. Þið sjáu kannski hérna bólstrana fyrir aftan mig, svona hvítir bólstrar, þeir myndast þegar að vatni er sprautað á hraunið sem enn er heitt og glóur undir og síðan er líka verið að vinna því að, eins og ég segi, breikka og hækka varnargarðana hérna. Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur hjá Öflu, hann segir að það verk gæti tekið nokkra daga eða jafnvel einhverjar vikur
Ég ræddi við hann hérna fyrir í dag, heyrum hvað hann hafði að segja. Til að hækka garðana þarf að breikka þá fyrst og þá kemur hraunkælingin að góðu gagni. Kælingin styrkir kantinn á hrauninu og því hægt að breikka garðinn út á hraunið sem sparar bæði tíma og efni. Ef við myndum bara fara með gröfuna og grafa þess inn í þennan kant, þá þarfum við bara að grafa svona 2 metri inn í þetta og þá þetta bara orðið glóandi. Þetta bara svona 2-3 metra skorpa og svo þetta bara glóandi og í raun og veru bara deikt og fljótandi þar innan við. Þannig að þú gætir í raun og veru bara grafið hérna í gegnum kantinn og þá fengjur þetta rennandi á mótið þér. Þannig að þess vegna erum við að nota kælinguna til að styrkja kantinn, það er þess að aðalverkefnið, og til að halda þá hraunánni rennandi hinum megin við. Og svo byggjum við garðana út á þetta og höldum við þetta til að viðhalda rennslinu meðfram þeim. Þótt mesta hættan sé liðin hjá er verkinu langt í frá lokið. Við erum núna að keyra hann upp 4 metra hérna á þessu svæði og það þarf síðan að teygja það áfram upp eftir því að það er þá áfram þá veikleiki héðan og upp að L1 sem var virkur hérna í sumar. Hann í sjálfu sér í mjög góðu standi og það hraun sem rann meðfram honum virkar líka eins og varnargarður. Það auðveldaði verktökunum lífið að í nótt urðu skyndilegar breytingar á eldgosinu. Núna er mesta virknin í nyrsta gígnum en miðjugígurinn virðist vera að lognast út af sem er fagnaðarefni vegna þess að hraunbreiðan sem að ógnar Svartsengi kom einmitt öll úr þeim gíg. Formaður Læknafélags Íslands bindur vonir við að hægt verði að ná samkomulagi í kjaradeilu þeirra við ríkið áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Samninganefndir hafa fundað með ríkissáttasemjara í allan dag og búist er við að fundað verði langt fram á kvöld. Læknar samþykktu verkfallsboðun með 95% greiddra atkvæða í atkvæðagreiðslu sem lauk í byrjun mánaðarins. Fyrsta verkfallslotan á að hefjast á miðnætti og standa til hádegis á morgun. Þannig verður þetta næstu 4 daga og verða færri læknar á vakt en venjulega á þessum tímum. Viðræður í kjaradeilunni hafa gengið vel síðustu daga og reynt verður til þrautar að ná samkomulagi í kvöld til að afstýra verkfalli. Ég ætla að leyfa mér að segja að þetta líti vel út akkurat núna og það er mjög mikil virkni í húsinu og fólk í öllum skúmaskotum að nýta þræði. Þannig að vonandi þá erum við að fara að horfa á einhvers konar niðurstöðu fyrir miðnætti. Þannig að þið náðu þessu í kvöld? Ég ætla ekki að lofa því. En það er allir hér að vona það. Kemur þá til greina að fresta verkfallinu? Það er ofsnemmt að fara út í svoleiðis hugleiðingar núna en við verðum bara að skoða hvar við erum í kvöld og eins og ég segi hvet áfram fólk til að fylgjast vel með. Einnig var fundað í kjaradeilu kennara í dag. Næstu verkföll kennara hefjast á morgun í Garðaskóla í Garðabæ, Árbæjarskóla í Reykjavík og Heiðarskóla í Reykjanesbæ. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari fyrirskipaði fjölmiðlabann í kjaradeilunni í gær. Hann segir hreyfingu og viðræðum en að mikið verk sé fyrir höndum. COP29 loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Aserbaídsjan lauk seint í nótt með umdeildri samþykkt. Ríkari lönd heims greiða þeim fátækari $300 milljarða á ári til 2035 til að berjast gegn áhrifum loftslagsbreytinga. Lengi vel stefndi í að ekki næðist sátt meginatriðin en samningar tókust þó á lokametrunum. Samningar hafa alltaf náðst á þessari árlegu ráðstefnu ef frá er talið árið 2000 þegar samningamenn sneru til síns heima með ekkert á milli handana. Ráðstefnunni lauk ekki fyrir 4 í nótt eftir mikla bið og marga fundi í bakherbyggjum. Þannig að það má kannski segja að það sé ánægjulegt að það náðist úr niðurstaða en það ekki allir ánægðir. Expecting us to be grateful for $300 billion by 2035 is expecting us to be grateful for you profiting off our preventable deaths. That the developing country is saying that it's taking the lead with $300 billion till 2035 is a joke. I'm sorry, we are not happy. We are very unhappy, disappointed with the process and object to the adoption of this agenda. Thank you. Þessi ríki vildu að fjárhæðin yrði $1.300 milljarðar á ári til ársins 2035. Það jafngildir 1% af framleiðslu alls heimsins á ári. Helga segir að Ísland sé í þeim hópi sem vildi kveða fastar að orði. Annað sem kannski var þarna sem var til umræðu og við kannski ekki alveg nóg ánægð með en ekki var komist lengra með var hvernig tekið er á bara í rauninni ákvörðun og framhald ákvörðunar frá í fyrra að fasa út jarðefnaeldsneyti og auka endurnýjanlega orku og verndun skóga.
Þótt mörg ríki séu óánægð niðurstaðan samt sem áður svimandi upphæð. 300 milliardar dollara eru 42.000 milliardar króna. Hversu hár verður reikningurinn fyrir íslenska skattgreiðendur? Ég ekki með tölurnar á hreinu en eins og við vitum öll, við erum lítið land og við teljum kannski ekki mjög stórt í stóra samhenginu þegar við erum að tala Bandaríkin, Bretland, Kanada og Ástralíu, Nýja-Sjálfland, þessi stóru lönd og Japan. Þá telur okkar framlag kannski ekki stórkostlega hátt miðað við allt hitt en vissulega eru við að leggja í þessi mál. Fjölskyldusameining verður í flestum tilvikum eftir að börn eru send fylgdarlaus til landsins á undan ættingjum sínum. Móttaka allra fylgdarlausra flóttabarna í Suðurnesjabæ. Frá byrjun árs fram í miðjan ágúst kom alls 41 fylgdarlaust barn í barnaverndarþjónustu Suðurnesjabæjar, aðallega drengir á aldrinum 15 til 18 ára sem sækja alþjóðlega vernd. 2 starfsmenn á vegum bæjarins sinna núna 20 drengjum, 18 ára og yngri og eru 14 í fóstri hjá fjölskyldum en 6 í sambýli á vegum bæjarins. Samningur við ríkið frá í janúar rennur út í lok árs, en með honum sér barnaverndin allt sem viðtekur móttöku og búsetu flóttabarna, lífsviðurværi skólasókn og undirbúning fyrir líf á Íslandi. Leið og lögreglan fær fréttir af því að barn komið eitt til landsins á Leifsstöð, þá hringt í barnavernd hérna á Suðurnesjum og við förum upp í Leifsstöð sem tekin svona fyrsta samtal við börnin og svo komuðu með okkur hingað. Sum koma bara með eitt lítinn bakpoka og ekki með nein föt með sér. Oftast eru drengirnir svangir og þyrstir við komuna og sum ekki alveg áttaðir á hvar þeir eru. Yfirleitt eru með það að tæru en það getur alveg komið fyrir að einstaklingar halda séu í öðru landi en á Íslandi. Strákarnir sækja á skóla og námskeið og vinnusmiðju. Flestir koma frá Úkraínu, Palestínu, Afganistan og Sómalíu, Írak og Venezuela. Drengirnir biðja margir að fá að komast í fóstur hjá íslenskri fjölskyldu. En oftast eru þeir sendir hingað með það fyrir augum að sameina fjölskyldur sínar hér á landi og tekst það yfirleitt. Á ungu drengjunum hvílir mikil ábyrgð. Já, mikið af börnunum mitt vilja svo fá foreldra og systkini hingað til landsins og við aðstöðum þeim með það. Því sumir finna til mikillar ábyrgðartilfinningar gagnvart fjölskyldu sinum eins og bara flestir myndu gera og þetta eru svona upp til hópa ábærslega svona samvirkusami krakkar sem eru að koma þannig að þú getur bara rétt ímyndað hvernig það er. 3 sem komu til barnaverndarinnar á Suðurnesjunum undir 18 ára var synjað vernd á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Aðrir sem þangað komu hafa fljótt orðið 18 ára og mál þeirra fóru því til útlendinga og vinnumálastofnunar. Listunnendum í Íran býðst sjaldgæft tækifæri til að berja vestræna myndlist augum eftir að ný sýning var opnuð í höfuðborginni Teheran. Myndirnar sem eru eftir marga af þekktustu listamönnum samtímans eru metnar á 100 milljarða króna. Teheran kannski ekki fyrsti áfangastaðurinn sem kemur upp í hugan ætli maður sér að skoða fágæta vestræna list. Já, eða hvað? Nútímalistasafn borgarinnar opnaði nýverið sýningu þar sem safngestum í þessu tiltölulega lokaða klerkaræði býðst tækifæri til að skoða vestræna list. Og ekki bara einhverja list, hér hanga myndir eftir Andy Warhol, Jackson Pollock, Pablo Picasso, Claude Monet og Mark Rothko, svo fáeinir meistarar séu nefndir. Samanlagt virði talið hlaupa á milljörðum dollara eða 100 milljörðum króna. این حسی که سراغم اومد و اینو به همراهام هم پدرم و دادم گفتم این بود که باورم نمیشه دارم اینا رو از نزدیک میبینم. این آثاری که همیشه دور از در واقع دیده حقیقی آدم بود. Sýningin með því fáa í Íran sem stjórnvöld þvingana. 15 ár eru frá því að útstrikanir kjósenda höfðu síðast áhrif í kosningum til Alþingis. Nokkuð stór hluti kjósenda þarf að gera breytingar á þeim lista sem hann kýs og það skipti máli. Sjáum hvernig útstrikanir virka. Tökum dæmi af framboðslista. Þessi hér hefði getað komið fram í alþingiskosningum í kringum árið 1000 ef við hefðum haft kosningar þá og hann hefði þá væntanlega verið í Suðurkjördæmi. Segjum sem svo að okkur lítist ekki á tiltekna frambjóðendur. Já, þá getum við einfallega strikað yfir þá. Við skulum strika yfir Bergþóru og strikum yfir Gunnar. En hversu mikil áhrif hefur þetta? Útstrikanir hafa aðeins einu sinni haft áhrif á það hver sest á þing. Það var árið 1946 þegar Bjarni Benediktsson eldri náði þingsæti fyrir Sjálfstæðisflokkinn á kostnað Björns Ólafssonar. Það hefur eins og gerst 4 sinnum að frambjóðandi færist til á lista
leggja blessun sína yfir og hverfist ekki stjórnmál eða trúarbrögð. اینی که تعداد زیادی از مردم ما که شاید تماس کمتری با هنر داشتن برای اولین بار تونستن موزه رو کشف کنن. متخصصین امر خب میدونستن همه هنرجویان همه هنرمندان حتما تو موزه بودن از نمایشگاه بازدید کردن راهی چند باره ولی ما قشری از مردم میبینیم که برای اولین بار هنر و موزه رو کشف میکنن و پتانسیل مکان رو دریافت میکنن و خب این خیلی مایه مباهات هست. Þessir ómetanlegu listmunir voru eitt sinn í eigu Íranskeisara Reza Pahlavi. Hann var hliðhollur Bandaríkjunum og fyrir það fékk hann reglulega dýrar gjafir að vestan. Honum var steypt af stóli í byltingu 1979 og íhaldsamir Shia-klerkarnir sem tók við völdum pökkuðu öllu niður í geymslu. Þar hafa þessi listmunir svo að segja safnað ryki áratugum saman eða allt þar til nú. Ætla má að stjórnvöld klægi í fingurna að selja þessa dýrgripi til þess að lina áhrif vestrænna viðskipta. Án þess þó að það hafi kostaðan þingsæti. Þetta hafa allt verið sjálfstæðismenn. Árið 2007 fjallu Björn Bjarnason og Árni Johnsen niður sæti og í kosningunum 2009 voru það aftur Árni Johnsen og síðan Guðlaugur Þór Þórðarsson. Síðan þá hafa útstrikanir ekki hróflað við listum. Hér sjáum við hversu hátt hlutfall kjósenda þarf að strika yfir frambjóðanda til að hann falli niður eitt sæti. Og eins og við sjáum þá fer það eftir í bæði hversu marga þingmenn flokkurinn fær í kjördæminu og því hvar frambjóðandinn í sæti. Því ofar sem hann á lista og því fleiri þingsæti sem flokkurinn fær, því auðveldara að fella hann. Bergþóra frá því áðan til dæmis í öðru sæti á listanum og segjum að listin fái 3 þingmenn kjörna. Þá þurfa 16,7% af kjósendum að strika yfir hana til að yfirstrikunin beri árangur. Það 1 af hverjum 6. En ef flokkurinn hefði til dæmis fengið 2 menn kjörna, þá hefði þurft 25%. En ef við ætlum virkilega að fella frambjóðanda, eins og hana Bergþóru, þá best að strika yfir nafnið hennar eins og við gerðum áðan, en setja síðan næsta frambjóðanda, sem hérna Hallgerður, í fyrsta sæti. Ef við gerum það, þá aukum við líkurnar á að Hallgerður ná að skáka Bergþóru. Raunar gerist það ef að 14% kjósenda gera þetta við listan sinn. Meiri pólitík, frambjóðendur Viðreisnar í öllum kjördæmum kynntu áherslur sínar fyrir kjósendum í verslunarhúsnæði á Bíldshöfða í Reykjavík í dag. Flokkurinn hefur ferðast landið með tústöflur, nokkrar minni og eina stóra og skrifa niður hvaða málefni kjósendur hafa sagt vega mest. Það eins og þú sér, það verðbólgan og vextirnir sem fólki að biðja okkur að ráðast á. Það eru geðheilbrigðismálin, líðan barna og ungmenna, biðlistar og svo margt fleira. Við erum að sjá hér stöðan gjaldmiðil, við erum að menntamálin og síðan ýmislegt fleira sem heldur nær ekki inn á kannski topp 10 en við leggjum líka áherslu á að taka með. Og það sem brennur helst á fólki í mínu kjördæmi eru þetta bara allir þessi innviðir, vegasamgöngur, heilbrigðisþjónusta, gott menntakerfi og svo auðvitað efnahagsmáli sem brennur á okkur öllum. Stóra myndin er sú að fólki vildi koma mjög skýrum skilaboðum á framfæri. Þetta eru þau, við erum að taka þau með okkur sem nesti inn í næstu daga en ekki síður inn í næstu ríkisstjórn sem við ætlum að vera hluti af. María Rut segir miklar breytingar hafa orðið í sínu kjördæmi. Ég byrjaði að vinna fyrir Viðreisn fyrir 7 árum og þá vildi enginn tala við okkur en mér hefur verið bara ótrúlega vel tekið. Og ég vil þakka þjóðinni sérstaklega fyrir þessi skilaboð og taka samtalið við okkur og við ætlum að halda áfram þessu samtali eftir kosningar. Kaffiþystir hafa úr ýmsum drykkjum að velja þegar á kaffihús komið. Hvort sem það gamla góða uppáhelta kaffið, americano, espresso, með eða án mjólkur og jafnvel með eða án koffíns. Nú hefur hollenska fyrirtækið Northern Wonder bætt nýrri tegund við, kaffi án kaffis. Drykkurinn verður unnin úr ýmsum jurtum til að reyna að kalla fram bragð, líkt því sem fæst af kaffidrykkjum. Fyrirtækið var stofnað árið 2021 til að sporna gegn eyðingu regnskóga fyrir kaffiakra. Samkvæmt umhverfisverndarsamtökum valda kaffiakrar 7. mestu eyðingu skóga í heiminum. Current product which we have on the market is made of chicory, which is this, roasted chickpeas, roasted lupins, roasted barley, and roasted figs. And these are ground already. And these still need to be ground. And then we combine them with unroasted blackcurrant, natural flavoring, and caffeine if we want to have a caffeinated version. Just like big soda companies are also doing, they're also adding caffeine. So we thought we'd just mimic their technology.
Jeg får rigtig meget chokolade frem i det her. Ja. Og så har den en eller anden syre og dybde, som alligevel ikke er der. Ej, den er god. Den er virkelig god. Den kan jeg godt lide. Den kan du godt lide. Det smager ikke rigtig kaffe, men det smager godt. Björgunaraðgerð fór fram í Síberíu á dögunum þar sem gaupu var bjargað niður af rafmagnsstaur. Talið var líklegt að gaupan hefði ratað upp á staurinn á flótta undan hundum. Það virtist nú svo sem ekki væsa gaupuna á staurnum og hún tók því heldur illa að vera færð af hvíldarstað. Svo virtist sem hún hugsaði föngurum sínum þegjandi þörfina eftir hún var komin í trékassa á leið í sóttkví. Þá að veðri. Veður tekur breytingum á morgun og dregur hægt og bítandi úr vindi þegar líða tekur á daginn. Hlýrra loft streymir austur yfir landi á þriðjudag. Eins og spár standa nú gerir kalt loft aftur atlögu að landinu á fimmtudag og boða spákortin töluverð átök í veðrinu á föstudag og laugardag, kjördag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Almar Ormarsson sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta þarf að spila betri varnarleik en síðast þegar liðið mætir Ítalíu á morgun. Við fengum einn þjálfara liðsins til að útskýra fyrir okkur hvernig. Alfreð Finnbogason segist ánægður með ákvörðun sína að leggja skóna á hilluna. Eftir frábæran feril þó eitt atvik sem stendur upp úr. Og Ruben Amorim stýrði Manchester United í fyrsta leiknum sínum í dag. Formúla 1 og bridge í íþróttum hér á eftir. Helstu atriði frétta. Verktakar og slökkviliðsmenn hafa unnið sleitulaust síðasta sólarhringinn við að varna því að hraun renni inn fyrir varnargarða við Svartsengi. Staðan var afar tvísýn í gærkvöldi en útlitið bjartara í dag. Þetta eru algjörar hetjur, segir hraunkælingarstjórinn slökkviliðsmennina sem dældu vatni og logandi hraunið við afar krefjandi aðstæður í nótt. Þeir eru þó hvergi nærri hættir. Formaður Læknafélags Íslands vonar að hægt verði að ganga frá kjarasamningum í kvöld áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Fátækari ríki heims og lönd sem eru viðkvæm fyrir loftslagsbreytingum eru mjög óánægð með niðurstöðu COP29 sem lauk í nótt. $300 milljarðar sem samþykkt var að greiða þeim árlega þykir allt of lág upphæð. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á vefnum ruv.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Það má alltaf senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@ruv.is. Þessu lokið núna. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.